Foreldrum í Melaskóla sem eru hæstánægðir með nýja upplýsta snjallgangbraut við skólan. Krakkarnir upplifa sig mun öruggari í skammdeginu en áður og vilja helst að allar gangbrautir borgarinnar verði settar í sama búning. Fljótt á litið þá lætur þessi gangbraut ekki mikið yfir sér en hún er eiginlega langt frá því að vera venjuleg. Þegar stigið er á hana þá lýsist hún upp eins og sést hér hérna í skammdeginu fyrir framan Melaskóla. Gangbrautin við Melaskóla var tekin í notkun nú í haust og er ein af 4 LED-lýstum snjallgangbrautum á höfuðborgarsvæðinu. Hinar 3 voru reistar við Rofabæ, Seljaskóga og Fjallkonuveg. Gangbrautirnar eru búnar skynjara og lýsast eingöngu upp þegar gangandi eða hjólandi vegfarendur nálgast. Þær haldast myrkvaðar þegar bíla ber að garði. Þá fylgja þeim jafnframt upplýst gangbrautarskilti en áætlaður kostnaður við verkefnið 2020 var 190 milljónir króna. Nemendur sem Fréttastofa tók tali þegar þeir streymdu í skólan í morgun létu afar vel af gangbrautinni Snjöllu. Mér finnst hún alveg geggjum, miklu betur en hinn allavega. Bara mjög kúl. Já, þetta er bara miklu betra sko. Það sjá bílarnir eru svona sem eru í svörtum fötum, eins og ég og hann. Alltaf því ég fór í fótbolta á kvöldin út á Meló, þá labbaði ég alltaf yfir þessa götu til að kemur ljós. Mörgum brá þegar þeir stigu fyrst út á brautina í fyrra og allt varð uppljómað og þá er öllum viðmælandum Fréttastofu tíðrætt aukið öryggi. Okkur finnst hún æðisleg bara. Þá sjást krakkarnir miklu betur þegar fara yfir og miklu meira öryggi. Hvað finnst þér? Það er bara fínt. En þó að gangbrautin falli vel í kramið hjá krökkunum voru þau líka sammála nauðsyn þess að gangbrautarvörðurinn stæði áfram vaktina. Það er svo bara nógu öruggt að hafa hann Gísla hérna sem passar upp á börnin. Já, Gísli er eiginlega bestu kennarinn í skólanum sko.